Góðan daginn, ég ætlaði aðeins að spjalla við ykkur meginlegu rannsóknirnar eða quantitative research og ég ætla að fara rosalega hratt yfir sögu, en bara þannig þið hafið eitthvað í hendi. Í fyrsta lagi, þá það hvenær myndum við nota meginlega rannsókn. Og það notað þegar við þurfum að tölusetja eða mæla eða vera með eitthvað úrtak úr stærra þýði og ég fer yfir þau orð seinna í þessu. Gögnunum safnað saman með að nota kannanir eins og til dæmis netkönnun, símakönnun eða eyðublöð, úttektir, sölugögn eða eitthvað nettrafík eða eitthvað svoleiðis. Og við ætlum að nota spurningakönnun, bara í einföldustu mynd. Hvað það sem eiginlega rannsókn mælir? Þær í öllum tilfellum, þá erum við að mæla eitthvað sérstakt. Við erum að mæla með eitthvað ákveðni stefnu, ákvörðun eða niðurstöðu. Við ætlum að finna hvort það eitthvað sameiginleg sýn ef ég tek þennan hóp, hvort það eitthvað sameiginlegt sem get svo yfirfært yfir á annan hóp. Við ætlum að prófa ákveðna tilgátu og sjá hvort það eitthvað tengsla milli eitthvað annars. Og reyna að koma auga á ákveða hver kannski stærðin væri af einhverjum ákveðnum hlutum. Og ég bara fer yfir þetta svona eitt af öðru. Hvað segja þessar kannanir svo raunveruleikann, eða þess niðurstaðan úr þessu? Þær ganga alltaf út frá þeirri forsendu að það sé hægt að mæla eða hann sé efniskendur raunveruleikinn. Það gengið út frá orsakatengslum þar sem eitt hefur áhrif á annað og það myndi alltaf hafa sömu áhrif sama hvenær ég myndi prófa það. Skiljið mig? Þannig að ef ég ætla að segja til dæmis tala hvort að vinna nemenda hafi áhrif á árangur í skóla og ég fæ þessa niðurstöðu, ég myndi prófa það aftur og ég fæ alltaf sömu orsakirnar sem valda þessum niðurstöðum sem ég fæ. Ég veit ekki hvort þetta skýrir neitt, en við skulum aðeins fara lengra, gefið mér smá séns. Vinnuferlið þannig að rannsakandi byrjar á að setja fram rannsóknar spurningu sem hann afmarkar með tilgátu sem hann reynir svo að sanna eða afsanna. Hann velur rannsóknar aðferð sem það annarkvort tilraun eða könnun, við ætlum að gera könnun og þegar rannsakandinn hefur safnað saman öllum gögnunum þá vinnur hann úr þeim á tölfræðilegan hátt og setur niðurstöðuna fram sem línuritu eða töflur með texta. Það alltaf texti líka vegna þess að við getum ekki gengið út frá því að við birtum eitthvað línurit eða eitthvað rosaflott að þeir sem að lesa þetta að þeir skilji. Vegna þess að já það bara þannig, við verum bara alltaf að gera ráð fyrir því að gera þetta eins einfalt eins og hægt Hvað svo tilgáta? Tilgáta tengsl ákveðinna þátta sem rannsakandi ætlar að skoða nánar í rannsókninni sinni. Eins og til dæmis, þetta myndi vera tilgáta. Nemendur sem vinna með skóla eiga færri vini í skólanum en aðri nemendur. Ok, þetta það sem ég ætla að ganga út frá. Þetta tilgáta mín. Og hvernig ætla ég svo að finna það út? Það gerir mér rannsóknarspurningu. Hvaða áhrif hefur vinna nemenda með námi á vinatengsl? Að því ég ætla að sanna þessa tilgátu að þeir eigi færri vini. Skiljið mig? Ok. Göngum út frá því að allir sé bara með núna og svo ræðum við þetta í tímanum á þriðjudag. Hvað breyta? Breyta eitthvað sem sagt mælanlegt einkenni eins og til dæmis kyn, aldur eða menntun. Og við notum þessa breytur til að greina milli, til dæmis hversu margir kallar eða konur á aldrinum þetta eða hitt. Til dæmis vinna nemenda með skóla stúlk virðist ekki hafa áhrif á stúlkur en virðist hafa áhrif á drengi eða öfugt eða kannski bara nákvæmlega sama niðurstöð sem kemur út úr þessu. En þetta bakgrunnsbreyturnar okkar. Það kyn, aldur og til dæmis menntun eða eitthvað annað. Hvað frumbreyta? Það einhver mælanleg félagsleg staðreynd sem hefur áhrif á aðra breytu sem sem sagt orsökin. Og í þessu tilfelli orsökin fyrir því að þeir eigi færri vini. Við höldum að það sé að þeir vinni svo mikið. Þannig að frumbreytan í þessu tilfelli væri vinna nemenda. Fylgibreytan þá mælanleg félagsleg staðreynd sem verður fyrir áhrifum frá frumbreytunni sem vorum að tala áðan, sem þetta afleiðingin. Og það þá vinatengsl í skólanum. Af því þeir vinna svo mikið að þá verður fylgibreytan útkoman úr því verður vinatengslan í skólanum. Hvaða aðferðir notaði til að afla upplýsinga í meginlegum? Það þetta sem við varum að segja, það tilraun, könnun, þáttugathuganir, vettvangskönnun eða skráðarheimildir. Og við ætlum að nota spurningakönnun. Hvað nákvæmlega erum við að skoða? Við erum að skoða
mælanlegar félagslegar staðreyndir, til dæmis viðhorf, skoðun eða eitthvað atferli. Helstu kostirnir að þau leggja svona könnun fyrir, að það er náttúrulega, þetta er mjög fljótlegt. Það er hægt að leggja könnun fyrir bara á kannski 2 dögum og fá út einhverja niðurstöðu. Það er ekki mjög kostnaðarsamt, því það er hægt að gera þetta með ókeypis-forritum allavega og senda bara á fullt af fólki. Það er þægilegt að vinna þetta í ýmsum tölfræðiforritum. Maður getur til dæmis sett þetta bara upp í Excel, maður þarf ekki alltaf að hafa þetta flókið. Það er auðvelt að bera saman 1, 2 eða fleiri hópa og ef úrtaki er nógu vel valið þá er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Það er hægt að endurtaka það og sannreyna það hvort þetta er rétt og það sem er náttúrulega einn helsti kosturinn er að spyrillinn hefur engin áhrif á svör viðfanga með spurningalistanum. Því svörin eru bara þessi og það er ekki hægt að breyta því. Og varðandi úrtakið og alhæfingarnar að þá erum við náttúrulega svolítið bundin af því að þið veljið bara eitthvað úrtak sem að hendar ykkur. Við erum ekki að velja til dæmis úr þjóðskrá eitthvað ákveðin hóp, heldur erum bara að velja þann hóp sem þið komist í. Helstu gallarnir á svona könnun, það er að það gefur bara óbeinar upplýsingar hegðun viðfangana. Það getur ekki gefið neitt mjög miklar af því að spurningarnar eru svo bundnar við spurningana. Og ef að úrtaki væri mjög stórt, eins og til dæmis við erum að tala um í þessari kvennarannsókn sem ég var að tala um daginn, að þá getur hún tekið alveg rosalega langan tíma. Tölfræðin gefur ekki vísbendingar neitt annað heldur en það sem var spurt um. Fyrirfram ákveðni svarmöguleikar þýða það að fólk getur ekki tjáð sig eins og það vill. Það kannski passar ekki undir neitt af þessu svörum en það verður að velja eitt. Og svo er þetta með lágt svarhlutfall, það dregur úr áreiðanleika könnunarinnar. Vegna þess að það er bara þannig að það er ekki rosalega margir sem svara könnunum. Þá er það þýðið. Hvað er þýðið? Þýði er heildarfjöldin. Það er til dæmis, ef ég ætla að leggja könnun fyrir Facebook-hópun minn, að þá er þýðið allir vinir á Facebookinu mínu. Já, akkurat. Það er akkurat þýðið. Ef ég ætla að taka einhverja grúppu á Facebook, til dæmis beauty tips eða eitthvað sem ég margir að nota, þá myndi þýðið vera hversu stór hópurinn er hjá beauty tips. Til dæmis ef þeir eru 25.000 eða ég bara veit ekki alveg hvað þau eru mörg. En þið áttu ykkur á, þetta er sem sagt heildarfjöldin af þeim sem ég legg spurninguna fyrir. Úrtak er þá lítill hópur sem valinn er úr heildarfjöldanum. Til dæmis ef ég væri með Facebook-hópinn minn, að ég bara nota hann sem dæmi áfram, að ég ætlaði bara að taka mynd, ég vil bara konur á aldrinum 30-40 ára svara þessum lista. Það er úrtakið mitt. Úr stóra þýðinu sem er allir vinir mínir á Facebook. Þess að þýðið er allir, úrtak er pingulítið hluti úr heildarþýðinu. Svarhlutfallið, það myndi vera fjöldi þeirra sem völdust í úrtakið og raunverulega tóku þátt í könnuninni. Þannig að ef ég er með, segjum að ég sem er 100 vini og það eru 25 sem svöruðu, þá er það svarhlutfallið. Það er þessi 25. Það fyrsta sem þið eigið að gera núna, það er að gera rannsóknaráætlun. Og þið þurfum að setja upp bakgrunninn á rannsókninni. Þú veist, hvað er það sem þið ætla að rannsaka og annað? Það er markmiðið með þessu. Hvað langar ykkur þú veist, hvað er það sem þið ætla að sýna fram á? Þið þurfum að vera með rannsóknarspurningu og tilgátu. Hvaða aðferð ætlið að nota til þess að finna þetta út og koma með fyrstu dröga spurningalista, kannski bara einhverja nokkra spurningar. Og þessu eigið að skilja 31. mars. Þetta er ekkert rosalega stórt eða mikið verkefni. Þetta er bara kannski 1,5 blaðsíða eða 2 blaðsíður. Þetta er ekki mikið meira. En þetta má heldur ekki vera mikið minna. Ef þetta er mikið minna, þá er þetta ekki rannsóknaráætlun. Þá er þetta bara ein lína. Ég ætla að fara út í búð. Ég ætla að tala við konuna í búðinni. Markmiðið, ég ætla að fá svar hjá henni varðandi snúðana. Skiljið mig. Þetta er ekki rannsóknaráætlun. Þetta er allt og lítill til að geta flokkast undir það. Síðan þeir eru búin að því, þá tekur við að vinna við spurningalistan og þau þurfum við að skila honum til mín og fá hann svo tilbaka með athugasemdum af því þá getum við fara að leggja hann fyrir og það er rosalega gott ef við getum náð þessu öllu fyrir páskaleyfið af því það er alveg í 2 vikur páskaleyfið og þá getum við nota páskana í það á þess að vera með neinar áhyggjur af því hvernig þið bara, þið vitið, bara flott.
Og það er mjög mikilvægt að pröfa að senda, þeir eru búin að gera þetta, pröfa að senda listan fyrst á einhverja vini og kunningja og biðja þá að lesa hann yfir og koma með athugasemdir. Látið einhverja 2-3 renni yfir listan áður en þið skilja honum inn til mín til að fá athugasemdir. Og ég mun svo fara yfir hann bara mjög fljótt. Þessi skil eru 2. apríl. En þetta eru bara þessi 2 skil sem við erum að tala um í sambandi við þetta. Og svo skulum við ræða þetta nánar í næsta umræðutíma. Hvort það er eitthvað óljóst og sem það pottet er og þá skulum við fara yfir það. Ok.